alveg sama hvernig maður skerir þetta út, þá létu þið þetta gerast á ykkar vakt, þið létu þetta gerast, þið létu þetta gangi yfir þjóðina að hinga streymdu 20.000 eða 1.000 hælisleitenda sem hafa kostað samfélagið stórfé og ég fullir það, vegna þess að ég var í lögreglunni lengi, ég fullir það að stór hluta af þessu fólki var ekki á raunverulegum flótta. Ég veit það. Þetta er efnahagsflóttamenn sem hafa kostað okkur hér og kostað okkur enn milljarðar, tugi á hverju ári og við erum ekkert farin að gera þessu ennþá. Ég er alveg sammála þessu. Þetta er bútasaumur sem er í gangi núna og var í gangi þegar þið voru í stjórn. Ég er alveg sammála því að það var allt og langt gengið. Það er algjörlega ljóst. Góðan daginn og takk kærlega fyrir að hlusta á þetta hlaðvarp. Þátturinn er í boði Þorgrímsson, fiskhúsið.is, heitir pottar.is, bæjarins bestu pilsur, Happy Hydrate, Polsen og að sjálfsögðu alvöru bón. Þú ert núna að hlusta á þennan þátt á almennri veitu en til þess að öðlast aðganga þessu hlaðvarpi á undan öðrum og án auglýsinga þá ferð þú inn á partus.is/1pæling og gerist þar áskrifandi. En í ofanálag við það að fá þáttinn á undan öðrum og án auglýsinga þá ertu að sjálfsögðu að styðja við það að ég búi til þetta efni og þrátt fyrir að vera lítið er hver og ein áskrift mér afar kær en hún kostar bara 990 krónur. Það er bókstaflega ekkert sem kostar í dag 990 krónur fyrir utan þetta hlaðvarp og því langar mig að hvetja þig til þess að fara inn á partus.is/1pæling og gerast þar áskrifandi. Einnig vil ég hvetja þig til að eiga viðskipti við ofangreymda samstarfsaðila en þeir eru mér ekki sammála allt en aftur á móti þá eru þeir að hvetja til aukins málfrelsis á Íslandi en það er það sem að þessi þáttur stendur fyrst og fremst fyrir. En í millitíðinni þá máttu endilega gera subscribe að þessa rás að þú ert að hlusta út á YouTube, AGI 5 stjörnur og ég veit ekki hvað þetta heitir nú allt. En fleira var það ekki. Takk kærlega fyrir að hlusta og gjörið þið svo vel. Herri, mér finnst þetta bara að vera komið ón í mig. Já, það er til þess að fá gott hljóð úr ykkur. Já. Og ég verið neða með þetta. Nei, þetta er bara glæsið, þið eru flott. Megum við ekki reyfa okkur bara um að vera. Þetta er styttuleikur. Hvernig eru þið? Við erum byrjuð, sko. Klukkutími bara hérna og megum ekki reyfa okkur millimetra. Nákvæmlega. Er þetta ekki orðið þannig samt sem að stjórnmálan eru? Má enginn segja neitt lengur. Snorri Másson nefnir hérna smá regnbogafána og fer allt í háa loft. Við erum eiginlega komin í svona siðferðislegan styttuleik. Já, er ekki sammála því? Það er svona þetta umbyrðalindi gagnvart sko því skoðunum fólks sko. Það verður að virka í báðar áttir. Já, það gerir það ekki. Ekki alltaf. Mikil viðkvæmni í samfélaginu. Já. Og móðganagirni. Fólk móðgast við minnsta tilefni og fólk móðgast líka fyrir hönd annara. Jafnvel einhverja óskilgreinda. Já. Hvað ætlið þið Miðflokkurinn að gera í því? Það bara taka til í þessu? Í hverju? Nú, þessu óumbörðalindi. Nei, við getum það ekki neitt en við vonum að þetta muni breytast bara með tímanum. Það hefur ýmislegt breyst sem betur fyrir á síðust árum og við erum að vona að þetta umbyrðalindi og þessi, fólk kallar þetta skautun eða hvað sem það er og við erum að vona að þetta fari eitthvað minnkandi. Ég kalla þetta umbyrðalindis fasismann, það sem að fólk er einhvern veginn að undirbyggja sína hugmyndir það að allir eiga að vera sammálaði og ef það er ekki sammálaði þá er það óumbyrðalind og sýnir ekki mannúð og mennsku. Já, það er eins og ég kom nú fram hérna síðastliðið haust þegar að títumrætur hérna sem að þú ert nú svona að byrja að vísa í flokksfélagið þinna, Snorri Másson kom fram opinberlega og talaði að hann teldi að Kína væri 2, það er bara hans skoðun og fólk getur haft misjafnar skoðunar á því en það er hans skoðun og hann leyfði sér að koma henni á framfæri í ríkismiðlinum og það ætlaði allt koll að keyra og hann gera hann alltaf fyrst hérna. Já, auðvita, en það var svona einhvern veginn hann fór hann í Kastljós við tali kjölfarið. Já, akkurat, það er sko alveg hárrétt og það ætlaði allt koll að keyra og strax bara á fyrstu klukkutímanum eftir þetta þá bara var málsmitandi fólk, ráðherrar og aðrir sem að lýsa yfir vanþóknun á þessum ummælum hans sem eru náttúrulega ekkert annað en hans skoðun og ég setti mitt fram þá sko
að það sé með eindæmum að fylgjast með þessum viðbrögðum fólks sem vill láta taka sig alvarlega og margra fleiri. Þetta í rauninni sko, þú þolir ekki umræðu eða þolir ekki skoðun sem að þér fellur ekki og þá fer allt á annan endan. Þannig að það þetta umbyrjulinda sem við erum að tala af hverju voru þessi gríðarlegu viðbrögð. Það var nú áhugavert að fylgjast með því svona hvernig umræðan svo varði í kjölfarið. En það þetta að þú, eins og ég orðaði þá sko, að þú hatir skoðun sem að þú hatar sjálfur, skilur þú veist, það svona hatir það að manneski hafi skoðun sem að þú þolir ekki sjálfur. Þannig að það í því felst ekki umbyrjulindi sama hvað ræðir. En ég fekk alveg bátt fyrir að frá sumum að vera að yfirleitt að skipta mér af þessari orðræðu. En svona þetta. Ég meina, hvað, Tóti, þú kannski ert best til þess fallin að segja okkur frá því að þetta ekki samfélagsmiðlum að kenna eða þakka að allt sem fólk segir svo snöggt að fara út í loftið og menn tjá sína skoðun út allt land, allstaðar, hinn og þessir á einhverju sem gerist og það kemur eitthvað svona bylgja af viðhorfum og oft í eina áttina og menn stökkva það á vagnin. Ég held þetta sé vegna þess að fólk svo mikið á samfélagsmiðlum og það fréttir svo fljótar að fara allt og þá kemur eitthvað bylgja, þetta bara því ég var nú í sveit sem krakki að þetta bara eins og rollahópur, ein rollan ákveður að hlaupa í þessa áttina og þá stökkva allar á eftir. Þetta svolítið svoleiðis og ég held þetta sé samfélagsmiðlar. Og ég held að við séum bara ekki alveg búin að átta okkur á þessu og ég vona það að þetta muni hreyfast í aðra átt fljótlega. Já, ég veldi bara fyrir sko, þetta náttúrulega, við bökkum líka sko, arabíska vorið hana 2011 ef ég myndir rétt og þá var það sko eitthvað sem átti að í rauninni lýðræðisvæða til dæmis Mið-Austurlönd. Það var sérstaklega bundið við þessa samfélagsmiðla og arabíska vorið hefði getið átt sér stað eða var ekki komið svona meiri flæði upplýsinga og þá svona kjölfarið allt til svona ársins 2015, 16 jafnvel að þá að tala það að þetta myndi koma til með að lýðræðisvæða heiminn. Það að segja þessi svona Francis Fukuyama kenningum það að við erum búin að svara spurningum og það væri bara hægt að núna í kjölfarið bara að lýðræðisvæða heiminn að það myndi einhvern veginn koma til með að bara svona vera leyst úr læðingi með samfélagsmiðlum út af því að þetta myndi svona hámarka lýðræðislega umræðu. Já, en það tvennt sem kemur í veg fyrir það. Sko, í fyrsta lagi geta yfirvöld eins og í Íran núna bara slökkt á netinu. Þannig að fólk hefur engin samskipti og enga möguleika til að koma fréttum frá sér eða eiga samskipti hvort við annað. Það í fyrsta lagi og svo í öðru lagi þessi yfirlýsingar stjórnmálamann á Vesturlöndum sem mjög áberandi og hafa verið undanfarna ár. Það þessi hatursorðræða. Þau skilgrein einhverju orðræðu, eitthvað samtal sem á sér stað á samfélagsmiðlum sem einhvers konar hatursorðræðu og það þeirra að skilgreina og það kemur oft í veg fyrir það að heilbrigða samræðu geta á sér stað vegna þess að yfirvöld eru búin að skilgreina hvað má ekki segja og hvað má segja. Já. Maður sá þetta náttúrulega alveg svolítið í þessu sem ég voru að vísa til hérna áðan kynin, hvort þau væru 2 eða fleiri sko, að þá eru viðbröðin svona fyrst rosalega ofsafengin og fólk hikaði ekkert við að gagnrýna þessu ummæli, svo þegar svona ríki fjalla aðeins, það einmitt þetta, þú veist, það allt svo fljótt að fara af stað og við þurfum náttúrulega að vanda okkur líka í viðbröðum, sko, við skoðunum og í talinu fólk sem þingmenn ráðherrar aðrir sem svona oft verið að líta til og hlusta á að vanda okkur í viðbröðum því að þegar ríkið aðeins fjallu fólk fór að skoða nákvæmlega hvað var sagt þarna í þessum þáttum hér hjá þér og RÚV að þá einhvern veginn, já, býtu, þetta var nú ekki meira en þetta en viðbröðum bara því að einhver ákveðin aðili sem að hefur verið með verið mjög ákveðin í sínum og sérstökum svona skoðunum, sagði einhverja hluti þarna að þá fór allt koll að keyra. Síðan held ég einmitt að eins og í þessu tilviki þegar fólk fer að skoða þetta og segja, býtu,
þetta var nú bara þetta og þú veist, þá fór að eiga sér stað ykkur umræðum hvað ætli kynin séu mörg, þú veist, hvernig, þú veist, og hvaða skoðun eigu að hafa því hvort að kynin séu líffræðilega 2 eða fleiri og svona það átti sér stað ágætis umræði í kjölfari en viðbröðum voru rosalega harkaleg og svona myndu á bara dálítið svona eineltis viðbröð, sko, þú veist, það var bara algjörlega ótrúlegt að fylgjast með þessu, en svo einhvern veginn var þetta fljótt að svona aðeins að kólna og leiddi til þess að fólk fór raunverulega að hugsa hvað því fyndist þessa hluti, en og svo verið að reyna að stilla sig upp með því að vera að segja þetta eins og hann segir, kynin séu 2, að í því felist óðbóðsleg hatur og vanþóknun á einhverju öðru, bara alls ekki og það þetta sem er náttúrulega vandinn að fólk grípur eitthvað og hneykslast á því og lýsir yfir vanþóknun og útilokar og fordæmir og það er náttúrulega vont, en eins og ég segi, svo þegar fólk fyrir dýpra að hugsa hlutina þá þú veist, í þessu felst nefnilega fyrir Tóti, en í þessu felst og eins og með þetta fánamál núna, hefur einhver tímann einhver sagt að þeir sem eru að ræða þessi mál sagt að við sagst ekki líða eða vera á móti fólki sem er samkynhneigt eða eitthvað slíkt, nei ég hef ekki séð það, getur bent mér á það, ég veit það ekki, ég hef ekki séð það. En það er verið að reyna að stilla þessu þannig upp. Ef þú ert með stjörnu í rúðinni eða þarft að fara í gegnum einhvers konar bílrúðu athugun þá ferðu að sjálfsögðu á Poulsen.is. Ég prófaði þetta sjálfur, var með stjörnu í rúðinni og fekk bílinn eftir örskamma stund og málið dautt. Ofan á það að veita úrvalsþjónustu í þeim efnum getur þú einnig fundið hið ýmsa á vefverslun þar sem bæði eru seldir varahlutir, ljósabúnaður, ferðavörur fyrir bílinn, reiðhjólavörur, smurefni og margt fleira. Þannig að ef þú ert að drolla við viðhaldið eða bílrúðuskiptin þá mæli ég bara með því að þú hættir því, farir á Poulsen.is og letir klára málið í dag. Já, þetta er líka ástæðan fyrir því sem að var lokahnykkurinn í punktunum áðan er að sko samfélagsmiðlar hafa augljóslega ekki aukið lýðræðislega umræðu. Það er bara ekki fyrir hendi. Og það sem er sérstakt í þessu er sko, og ástæðan fyrir því ég til þetta sé ákveðið svona ósjálfbærir verkferðlar sem er beitt þannig sérstaklega samtökunum 78 í þessum máli er að bara ef við tökum til dæmis þetta með að kynin séu 2 þá er það bundið við spurningu sem að við megum ekki svara. Það er að segja, þú mátt ekki segja, það er eitt vitlaust svar og það er að kynin séu 2 en svo er ekki til neitt, þú getur ekkert sagt að kynin séu svona mörg og þá getur einhver sagt, nei þau eru fleiri út af því að mér finnst það og ég eitthvað svona, þetta er ekki sjálfbær þróun og þú sett að vera að segja fólki að það sé til spurning sem þú mátt ekki svara og það sé ekki til svari við. Ef það væri á tiltekinn tala þá getum við bara tekið debatt það hvort að þetta hérna sé kyn eða hvernig sem það er, en svarið er þú átt ekki að svara þessu, það er eina svarið þetta er svolítið skemmtilegt, þetta er alveg góð skilgreining á þessu sko. Og það sem Rósa var að segja hérna, hvað varar umræðina, þetta er líka tilkomi vegna þess, Tóti, að fólk les aldrei nokkra ræðu eða nokkra grein til enda. Fólk les bara fyrirsagnir og alveg svo hún var að benda á varandi hvað var sagt í hvert skipti. Fólk hefur engan á að lesa þetta til enda. Fólk sér bara fyrirsagnina, hann sagði þetta og þá ræðist það á mannin. Það er ekkert að kynna sig hvað verið að segja. Og þetta lenda allir þingmenn í, þeir eru kannski að halda ræðu og það er eitthvað fyrirsögn og fólk meðskilur algjörlega inn í halda ræðuna vegna þess að hann er ekki að lesa og lesa hann ekki. Og fjölmiðlamenn þrífast á þessu. Þeir gera út á þetta að búa til fyrirsögn sem segir alls ekki alla söguna hvað viðkomandi var að segja. Þetta þekkja allir þingmenn. Að það vera að mistúlka þeirra orð með einhverjum fyrirsögnum vegna þess að fólk veita að fólk er ekki að fara að lesa allt sem hann sagði. Og svo í kynni ykkur nú líka, þá er Karl Gauti, þú ert fyrir Miðflokkinn á þingi og Rósa Guðbergsdóttir, þú ert fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Hérna, Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur, er þetta ekki bara orðið sama vínið í sérhverri mertri tunnunni? Hvernig er það?
Nei, alls ekki. Hver munurinn? Já, við erum nú þekkt fyrir að tala bara beint út, miðflokkurinn. Við höfum ekki fortíð raunverulega, við höfum ekki verið í stjórn síðan þessi flokkur var stofnaður, þannig að við berum ekki ábyrgð á öllu því sem hefur verið að gera svo undanförnu og menn eru margir hverjir óánægðir með margt af því að sjálfsögðu og við nefnum bara útlendingamálin til dæmis sem að flesti flokkar hafa komið að við stjórn landsins, loftslagsmálin, það er ógangur sem sá málaflokkur raunverulega komin í, við höfum ekki tekið þátt í því. Sigmundur tók nú þátt í því að vera með ræðu þarna, hvað var það, 2016 það, þeir ætla að taka fullan þátt í öllu sem við kemur loftslagsaðgerðum Parísarsáttmálans, var það ekki? Já, nú var ég ekki á þingi þá og ekki miðflokknum. Hann formaður ykkar, skilurðu? Já. Þið getur ekki sagt bara, við erum alfarið bara út fyrir þetta mengi. Við erum ekki alveg hvítvegin kannski. Nei, en ég meina en hugmyndafræðilega, er eitthvað munur? Breytast. Já, þetta er munur, þú veist, það er margt líkt, þú veist, við tökum undir margt hjá hvert öðru myndi ég segja eins og í þinginu, algjörlega, en ég svo sem hef ekki kynnt mér alveg nógu vel og ekki kannski séð alveg svart á hvítu stefnu miðflokksins í málaflokkum sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur sett á oddinn í gegnum áratugina. Ég meina, þetta er flokkur sem að fór af stað og hefur haft mottóið stétt með stétt og við náttúrulega höfum verið eins og, ég meina, viljum að hjálpa þeim sem að þurfa á hjálpa að halda. Ég er ekki að segja að miðflokkurinn vilja það ekki, en þú veist, ég kannski hef ekki alvorið eins vör við það hvernig á að nálgast til dæmis þá málaflokka og það eru auðvitað ýmislegt sem að greinir á eða sérstaklega hvað er það? Hvað greinir ykkur á Komið með eitt Gauti. Við erum til dæmis mikið tengdari að því til dæmis landbúnaði og landsbyggðinni heldur en kannski Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að undanföldum. Við erum það miklu harðari í útlendingamálum og hælisleitendamálum, við erum miklu harðari í loftslagsmálum, við erum miklu harðari. En hvað kallar að vera harðari í útlendingamálum? Við höfum bara talað mjög skýrt í þeim málaflokki og þið hafið því miður, hafið þið verið við stjórnun í 11 ár, þetta er nú nýverðið og nú taliði kannski miklu líkar af því sem við erum að tala. Já, þetta er nú bara spurning ekki á hænuna. Þið töluðu ekki svona fyrir 5 ára síðan. Og nú var ég ekki á þingi þá, en fylgdist auðvitað með umræðinu og var var í bæjarmálunum í Hafnarfirði. Ég fylgdist svo mjög vel með umræðinu útlendingamálin og hælisleitendur og þetta allt saman. Og varstu bara sátt? Heyrðu, ég var nú eina af þeim fyrstu sem að bara kom hérna fram opinberlega árið haustu 2022 sem bæjarstjóri í Hafnarfirði og bara sagði eftir svona að hafa fylgst með hvernig hlutirnir væru að þróast og hvað þetta var erfitt. Það var náttúrulega þetta ríkisstjórnarsamstarf með Vinstri grænum sérstaklega sem að var að gera þingmönnum Sjálfstæðisflokksins og ráðherrum mjög erfitt fyrir. Við skulum bara horfast í augum við það. Ég var að þingi 2017-2021 og ég veit ekki, og ég var svo hissa á Sjálfstæðisflokknum að mér fannst Sjálfstæðisflokkurinn hreinlega vera gengið fyrir björg. Já, en ég ætla að fá að halda áfram. Í hverju málinu fættur öðru og sérstaklega útlendingamálum. Já, ég ætla bara að segja, ég kom fram hérna haustið í lok sumars 2022, ég mani þetta því að þetta var bara risastórt skref að koma fram og segja að það þyrfti eitthvað að gera. Við gætum ekki tekið á móti öllum sem fjölda eins og þá var að vera að gera og í aðdragandum hafði maður átt samtöl við ráðherra og ég meina ég átti samtöl við þáverandi félagsmálaráðherra sem kom úr röðum Vinstri grænna og ég ætla ekki að fara að lýsa því samtali hérna núna en það var ekki beint svona upplíkandi fyrir þá sem voru að gagnrýna hvert við værum komin í þessum efnum. En við skulum átta okkur á því að á þessum tíma sem Sjálfstæðisflokkurinn var að reyna að koma breytingum í gegn, að þá stóð einn stjórnarflokkurinn mjög á móti því, en líka stjórnarandstöðuflokkar
eins og Viðreisn og Samfylking þótt að hefði slitnað upp úr stjórnarsamstarfinu þarna á þessum tímum þá hefði ekki verið þingmeirihluti. Ég ekki að segja að það hefði verið alveg örugglega frá miðflokknum þeim þingmönnum sem þá voru stuðningur, já, en það var ekki þingmeirihluti. Þannig að það er óbáslega ósanngjarnt að segja að sjálfstæðisflokkurinn hafi ekki komið í gegn breytingum sem að skiptu máli fyrr, auðvitað komist þar svo á í lokin og svo fjallar ríkisstjórnin og allt þetta. Alveg sama hvernig maður skerir þetta út, þá létu þið þetta gerast á ykkar vakt, þið létu þetta gangi yfir þjóðina að hinga streymdu 20.000 eða 1.000 hælisleitenda sem hafa kostað samfélagið stórfé og ég fullir það, vegna þess að ég var í lögreglunni lengi, ég fullir það að stór hluta af þessu fólki var ekki á raunverulegum flótta. Ég veit það. Þetta er efnahagsflóttamenn sem hafa kostað okkur hér og kostað okkur enn milljarðar, tugi á hverju ári og við erum ekkert farin að gera þessu ennþá. Ég er alveg sammála þessu. Þetta er bútasaumur sem er í gangi núna og var í gangi þegar þið voru í stjórn. Ég er alveg sammála því að það var allt og langt gengið. Það er algjörlega ljóst. Og ég var að mótmála því sem bæjarstjóri Hafnarfjarðar að Útlendingastofnun hreinlega tók á leigu heilu hótelin og gistiheimilin í okkar bæjarfélagi því þar var hægt að ná slíkum samningum við það sem að fasteigna eigendur og flutti þetta fólk, hýsti það í bænum á nokkur samráðs við bæjaryfirvöld. Og miðflokkurinn hefur talað fyrir því að það sé snúið af þessa braut með harkalegri hætti heldur bæði þið vildu á sínum tíma og núverandi stjórnum vilja. En það getur vel verið. Ég er allavega verið mjög hörð í því að þetta var... Við getum unnið að heilbrigðismálum, menntamálum og ýmsum uppbyggingu innviða að miklu meiri krafti heldur en nú ef við getum lokað á þetta streymi fjármagns út úr ríkissjóði. Já, það hefur náttúrulega snarbreyst og Guðrún Hafsteinsdóttir sem dómsmálaráðherra þannig að 24 gerði mjög mikilvæga breytingar. Það hefur ekkert snarbreyst. Það hefur örlítið breyst. Örlítið breytt myndi ég halda, ekki snar. Ég veit til dæmis... Ég myndi ekki nota svona sterk lýsingarorð. Já, það hefur breyst umtalsvert. Ok, en kæru hlustendur, hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem að vilja gera hlutina almennilega og eitt af þeim er að sjálfsögðu Alvöru Bón. Alveg eins og þetta hlaðvarp leitast við að auka viðnámsþrótt samfélagsins, eykur Alvöru Bón endingartíma bílsins með því að halda honum hreinum og fínum. Hringið í síma 5880705 eða sendið á alvörubón@alvörubón.is. Nú ef þú vilt einfalda þetta fyrir þér enn frekar þá kíkjuru bara á staðinn af Viðarhöfða 2A og lætur fagmenn sjá að bíllinn þinn sé hæfur til þess að vera séður á götunum. Og svo þið eru alltaf óvinnuleg henni, við ætlum að hafa þetta kósí og næs. Við erum miklu meira sammála heldur þetta mætti. Það var uppáflega minn punktur, sko, ég veist ekki að þetta myndi fara í svona, en allavega, flytjum þetta aðeins út, sko, ef við tökum bara, og ég, sko, það var, sko, rækt á Áslaugu fyrir það, man ekki, sko, hvort hún ætlaði að færa eina manneskju úr landi eða eitthvað og svo var þarna, hvað var það, albanska ólétta konan sem að átti ekki nein hús að venda og það var alltaf verið að segja að það væri algjörlega ófært að vera að færa eitthvað ákveðið fólk úr landi út af einhverjum læknismálum og svo fóru þau hvað sem bara úr landi til þess að þiggja einhverja þjónustu í því landi sem átti jafnvel að flytja það til, þannig að þessi umræða hefur alveg verið hálfgerð della og umræðan hefur náttúrulega breyst. Núna er bara Samfylkingin að skrifa upp á búðir þar sem að jafnvel börn verða hýst og Dagbjört Hákonardóttir fór upp í pontu á sínu tíma og sagði bara við drögum línuna um það að börn ætti að vera hýst í þessu sem að Guðmundsson kom fram og sagði að þetta var allt ómannúðlegt og þannig og svo eru þau öll að fara að skrifa upp á það að vera í rauninni að gera bæði það sem að Sjálfstæðisflokkurinn sagðist til að gera á sínu tíma og Miðflokkurinn jafnvel en gera það jafnvel ennþá harðar. Þannig að sko umhverfið hefur breyst alveg gríðarlega en eins og segi fleitum þetta aðeins út sko, tölum ekki fortíðin heldur bara hvað myndi Miðflokkurinn gera í dag í útlendingamálunum ef að þið hefðuð til þess tækifæri? Við myndum taka upp eftir þetta landamærum. Við myndum hugsanlega taka upp vegabréfsáritanir til landsins utan Schengen-ríkja og við myndum gefa í hvað var það brottvísun Það er vegabréf eftirlit utan Schengen núna?
til dæmis, utan Schengen. Já, en innan Schengen líka. Fólk sem kemur hér, sem ekki Schengen borgarar, þeir koma hérna bara viðstöðlust í gegn ef þau hafa komist inn á svæðið. Við myndum til dæmis brottvísa í meira mæli glæpamönnum heldur en nú ég veit af frumvarpi ráðherra, ég held að megi ganga miklu lengra þar. Ég veit til þess að hér á landi eru starfandi öflugar glæpaklíkur og þessar klíkur þarf að uppræta, greina og uppræta og brottvísa. Og það ekki nóg að taka bara alvarlegustu glæpina, það þarf að taka alveg niður í nánasmæstu glæpi. Ég ekki að tala kannski einhverja hraðasektir en miklu neðar heldur en frumvarp ráðherra gera ráð fyrir. En núna til dæmis stór hluti þeirra sem eru hérna hýstir í fangelsum og við ætlum bara að byggja nýtt fangelsi til að takast á við þann vanda. Væri ekki hægt að gera samning við Þriðja ríki það að hýsa erlenda fanga þar? Það er einn möguleiki sem við myndum vilja skoða, en ég veit þess að dómsmálaráðherra að vinna einmitt í því að geta sendt afbrotamenn til þeirra heimalanda til að afplána þar. En það eru þetta erfiði samlingar og líka þarf afbrotamann að samþykkja það sjálfur, sem eru þetta kannski stæðsti tálminn í því að gera þetta. Af hverju þarf hann að samþykkja það sjálfur? Það er bara hérna íslensk lög. Aha. Já. Þú getur ekki bara hent honum hérna til Sómalíu í fangelsið þar. Nei. Ég tek undir þetta sem að flesta því sem Gauti að segja að við þurfum að taka mjög hart á þessum málum. En mér langar aðeins að því þú varst að nefna hérna og við vorum að tala hérna fyrr hérna áðan, svona hvernig umræðan og svona, að þú nefndir að hérna ákveðin ráðherra hefði fengið mjög mikil viðbrögð og hörð og anstíkileg viðbrögð þegar vegna bass sem ætti að flytja úr landi og það hefur vakið mann til umhugsunar einmitt, hvernig umræðan var hérna þegar sjálfstæðisflokkurinn var við völd, að þá var þegar var verið að grípa til þessara aðgerða, þegar það þurfti að færa fjölskyldur á landi vegna stöðu þeirra og slíks, að þá var oftar en ekki fjölmiðlan og ættir, jafnvel miðan nætur, að taka myndir af börnum, sérstaklega á konum að halda þeim og slíkt og Ríkisútvarpið, sjónvarpið stóð sig dálítið í því. Það var mætt á staðinn seint kvöldið miðanættu til þess að mynda þetta og búa til þessi hugrenningatengsl og æsa upp umræðuna. Það vildi þannig til að fyrir nokkru að þá einmitt maður fór að hugsa, býtu frá því þessi stjórn tók við stjórnartaumunum, hefur engu barni verið vísað úr landi eða hvernig er það? Ég hef ekki verið við neina slíka umfjöllun núna í rúmt ár og ég sendi inn fyrirspurn skriflega til ráðuneytisins og það kom í ljós að á þessu ári, núna 2025, að þá hefur mörgum börnum verið vísað úr landi og hérna á árum áður. En það hefur ykkur hluta vegna ekki þótt ástæði til að... Það er ekki miklu fleiri. Ég var að skoða þessar tölur daginn og það var tölur brottvísaðra allavega ef það yfirfærist yfir á raunverulega tölur þá hafa augljóslega miklu fleiri börnum verið sendt úr landi núna heldur en fyrir ríkisstjórn. Já, allavega það er verið, við skulum orðað þannig, það er enn verið að senda börn úr landi en það sem ég hefur að reyna að segja, það var ykkur það var ykkur svona undir áráður gagnvart fyrir ríkisstjórn og var að gera þeim erfitt fyrir í samstarfi við Vinstri græna, skiljiði, að vera að birta myndir af veikum og börnum og hvað eina til þess að búa til einmitt þessar aðstæður sem þú varst að lýsa að gera fólk kvekt og Þetta leiði náttúrulega hugan að stöðu Ríkisútvarpsins í fjölmiðlunum að mér hefur oft fundist og alveg hárrétt það sem Rósa var að segja varðandi fyrir ríkisstjórn að þá var ríkissjónvarpið í einhverju sérstakri vegferð til að styðja við málstað Vinstri grænna og nú er komin önnur ríkisstjórn það sem er nú Samfylking og Viðreisn og þá ber svo við að það er enga fréttir á þessum geira. Þetta er auðvitað rannsóknarefni og einkennilegt en í stað þess eru þeir í einhverjum öðrum herferðum
og mér finnst ríkis sjónvarpið og útvarpið alls ekki vera hlutlaus fréttamiðl. Það þarf nú ekki að horfa á marga frétta til að sjá það. Já, þetta svo ábyrrandi, sko, því þetta var alltaf reglulega verið að birta svona fréttir sem sköpuðu náttúrulega upp mikla tilfinningar hjá fólki og gerði illt verra sem sagt var líka til að egna í rauninni samstarfsflokknum og vinstri grænum sem þetta bjóð til svona ákveðna erfiðleika. Þessi stofnun birtist oft bara eins og einhver kolbrjálagur aðgerða sinni í sinni umfjöllun. Já, þetta var í rauninni þetta var ekkert annað og af hverju þessar fréttir ekki ennþá? Veit eitthvað svarið við því? Heldur þetta sé hatursáróðu gegn miðflokknum sem að rúfið sem að reka hana? Alls ekki miðflokkun, ég bara segja að þeir eru bara í einhverju pólitískri vegferð. Samfylking og Viðreisn komin inn í skjól þarna. Þeir eru í einhverju pólitískri vegferð sem einhvers konar á vinstri hlið stjórnmálana að greinilega og fylgja eftir sínu fólki þar sem það að berja sér í sínum málstað og þegja svo yfir öðru að sjálfsögðu og þetta bara mjög áberandi og ég alveg oft bara steinhissa á þessu og á hvernig þeir ganga fram. Hvað þarf að gera í þessu? Hvað er lausnir? Já, við ætlum að skera niður þessar 10 milljarðar sem þeir eru að fá frá ríkinu. Við ætlum að skera þá niður og mér finnst sjálfsagt að ríkissjónvarpið og útvarpið sýni meira aðhald þetta þeir eru að gera. Ríkið er að greiða 8 milljarðar og síðan hafa þeir aðganga auglýsingamarkaði þannig að ég myndi fyrsta leið skera það niður. Og ég tel að þessu komið langt út fyrir sitt hlutverk, menn að tala almannavarna hlutverk og svona eitthvað svona frétta hlutverk, það má gera það fyrir miklu minni pening. Já og líka bara aðrir hafa tekið við því hlutverki og það nú einmitt það sem að sjálfstæðismenn hafa nú barist fyrir margir hverjir allavega í langan tíma og að gera breytingar á RÚV, það nokkuð ljóst og nákvæmlega eins og þú segir, það fær þarna þessa meðgjöf á hverju ári og svo að vera aðili á auglýsingamarkanum og það felst nú við í sjálfstæðisflokknum voru nú nýlega að birta svona efnahagstillögur og það meðal annars gert ráð fyrir því að þarna megi spara og svona marga milljarða með því að gera breytingar og á starfsemi RÚV og varðandi almannavarnaþáttinn, ég meina hvernig rifjum það upp bara eins og í eldgosunum og þessu öllu sem reið hérna yfir? Þessi þáttur í boði Þór Grímsson og Co. fyrirtæki sem að flestir í byggingabransanum þekkja vel og það ekki af ástæðu lausu. Ef þú ert í einhvers konar verkefni, hvort sem að það smá heimaverkefni eða stærri framkvæmdir, þá þetta einfaldlega staðurinn. Þeir eru með allt frá veggefnum og loftefnum yfir í gólf, klæðningar og alls konar sérhæfðar lausnir sem að gera lífið þitt einfaldara. Ég hef sjálfur verslað við fyrirtækja gegnum tíðina einmitt til þess að finna lausn við hljóðeinangrun sem líka ástæðan fyrir því að hljóðvistin hjá mér eins góð og raun ber vitni. En það sem að kannski skiptir mestu máli að þegar þú rennur við í Ármúla 29 þá færð þú alvöru ráðgjöf, ekki bara einhverja vöru, heldur hjálp við að velja það sem rétt fyrir þig hverju sinni. Eins og segi, staðsettir í Ármúla 29 í Reykjavík en senda allt land. Mjög þægilegt, kíktu á thco.is eða thorco.is og skoðaðu úrvalið. Það var oftar en ekki sem að Vísir eða MBL voru bara á undan RÚV með fréttir af þessu, þú veist. Ég heyri það að sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn ágætlega saman á mörgum sviðum. En að þú myndist á þess að tillögur ykkar efnahagstillögur, þetta auðvitað svolítið broslegt, Rósa mín. Já. Það svolítið broslegt að ári eftir að þið eru búin að vera í stjórn og búin að vera í stjórn í 11 ár, að þá komið þið með alveg gífurlega niðurskurðar tillögur upp á, ég man ekki hvað það var 50 milljarðar og ætla að leggja niður einhverja 40 stofnanir. 300 milljarðar. Hvað það var miklu meira 50. Akkur gerðu þetta ekki þegar þið voru í stjórn? Það var náttúrulega ýmislegt gert. En látum það vera. Ég tek auðvitað viljan fyrir verkið og ég hlakka auðvitað bara til að vinna með þér og ykkur í næstu ríkisstjórn og við munum koma mörgu í lag þar. Og það bara verið að
það nýfórusta, það nokkuð ljóst og þetta eru hennar áherslur. Það Rósa, það alveg rétt sko, þið hafa verið við stjórn hérna meira og minna allan lýðveldistíman. Þið kvarta, þetta svona svolítið eins og með áfengi í búðir sko, mér líður eins og þið vilja ekki leysa þetta til þess að þið séu með þetta sem næsta kosningalofvörð. Nei, þau má náttúrulega ekki hanga yfir of lengi kosningalofvörðin. Hvað áfengi í búðir og RÚV og niðurskurði og RÚV búin að vera mörg kosningar eru? Já, ég alveg sammála, það alveg bara glata hvað það hefur tekið langan tíma. Ég datt nú inn sem varaþingmaður, ég held að það hefur verið 2007, þá var ég nú okkur lista þarna og datt inn sem varaþingmaður. Ég held að eitt af fyrstu málunum sem að ég var meðflutningsmaður með í, það var mál sem Sigurður Kári Kristjánsson, fyrrandi þingmaður fór fyrir einmitt þetta og það eru komið 20 ár síðan. Þið eins og Dagur B með leikskólamálinn í borginni en sko bara 2006 loforðin eru sömu og 2026. Já, við erum svo sem það er ekki það er nú ekki þingkosningar væntanlega ekki alveg strax en ég er alveg sammála því að þetta er eitt af þeim málum sem að hefði átt að ganga hraðar algjörlega. Og ég er öll fyrir frelsið svona og frelsinu auðvitað fylgja ábyrgð og allt það en þetta er náttúrulega bara eins og maður segir á skemmtilegri ensku no brainer sko, þetta er bara algjörlega komið tími á þetta og fyrir margt löngu. Já, en þetta er skrifnum stað, þú reynda stóðst upp fyrir mér, ég var mjög ánægð með það saman við fjölmiðlanefnd þar sem að það batteri ætla að fara að skilgreina mig sem eitthvað ég náttúrulega skilgreini mig ekki sem fjölmiðl og núna eins og ég hef sagt að þegar að fólk getur skilgreint kyn sitt þá finnst mér nú að ég ætti að skilgreina starfsheiti mitt en nú erum við bara búið við þann veruleika að fjölmiðlanefnd er að hjóla í litla miðla, ekki fjölmiðla sem er eins og hlaðvörpin sum hafa skráð sem fjölmiðl og þau með það bara vera það í friði en ég er ekki fjölmiðl þannig að ég ætla ekki að fara að lúta þessu rugli. Þetta er náttúrulega óþolandi afskipti og eftirlit af hálfu ríkisins og sem að bara er árið 2026 bara með ólíkindum að sé viðhaft og þarna er sérstök nefnd á vegum ríkisins, fjölmiðlanefnd sem að kostar á annað 100 milljónir á ári í rekstri og er að finna sér verkefni augljóslega, þetta er náttúrulega það er málið, þau eru að finna sér verkefni og þarna er bara verið að leggja setja tjáningafrelsinu bara mjög mikla skorður á mínum mati og bara óþolandi afskipti og ég spurði eitthvað tíma þegar ég tók þetta upp á þinginu og búin að vera eitthvað að taka þetta nokkur sinnum að hvenær kemur að því að við sem eru mikið á samfélagsmiðlum og notum Facebook og annað sem bara svona okkar litlu fjölmiðla, við erum að koma á framfæri hlutin sem við erum að gera og slíkt og segja okkar skoðanir, ég meina það er fjölmiðlun. Það er fjölmiðlun. Það er ekki bara tvöfalda fjölmiðlunefnd svo hann getur fara að skipta sér af því af öllum bara á Facebook. Já. Nei, það er nú eitt af því sem að ég lagði til að nefndin er lögð niður og þessi verkefni sem að ykkur eitt starfsmaður geti sinnt inn í ráðuneytinu. Og peningan líka nýttir þá í að standa undir fjölmiðlun sem eru hérna hríðfalla hver á fætur öðrum. Og þetta er inn í efnahagstillögunum okkar. Við getum sparað helling þarna með því að draga saman framlög ríkisins til ríkissjónvarpsins og tekið og dreigið það út á auglýsingamarkaði og þá myndum við ekki þurfa að styrkja hinn einkareknu fjölmiðlana meira, þannig að við getum sparað á báðum stöðum í einu og við erum búin að tala um hælisleitendur, hvað við myndum vilja spara þar með því að fækka þessum umsóknum hér og brottvísa fólki sem hérna sem á ekkert hér heima og í þriðja lagi myndi ég vilja tala um þessi útgjöld ríkisins sem eru gífurleg til loftslagsmála. Ég setti inn fyrirspurn á þingið fyrir 1 ári síðan og fekk síðan svörin og er ekki enn búin að fá öll svör. Ég býð enn en ég fekk heildatöluna og við erum að eyða 257 milljörðum í aðgerðir í loftslagsmálum á einhverju 13 ára tímabili. Við erum að eyða 20 eitthvað milljörðum á hverju einasta ári í aðgerðir vegna loftslagsmála. Við erum þjóð sem lifum hér, hitum okkar hús á heitu vatni sem við vinnum úr iðrum jarðar, við lýsum upp húsin okkar og knýjum þessi orkuver með fall orku sem við erum búin að beisla
og við erum í aðgerðum vegna loftslagsmála upp á 20 milljarða 85% á hverju einasta ári og við líka, fyrir utan þetta þurfum við nú að fara að borga sérstaka skatta í það að mega fljúga frá Íslandi eða sigla frá Íslandi til Evrópu. Getum við ekki þakka Sjálfstæðisflokknum fyrir þetta að hafa fengið þessar undanþágur og hrósa happi fyrir það að árið 2027 myndum við fara að borga fullan skatt fyrir? Já, ég veit ekki. Þetta nú eitt af því sem ég hef líka tekið upp sko og ég alveg sammálaður að það verður algjörlega verið offari í mörgum málum. Ég hlakka bara til Rósa að við getum fara að vinna að þessu saman að snúa þetta niður. Þið eru líka sammála að snúa þessu niður. Ég hef kallað eftir því að á þingi og í blaðagreinum að hvar hagsmunagæslan gagnvart einmitt fluginu og því öllu og þessi undanþága rennur út núna í lok þessa árs og það kortir í það og það er svo sem engin svör komið við því hvar það statt og hvernig menn ætla að leysa það því þetta náttúrulega alveg gríðaleg áhrif sem það myndi hafa ef að undanþágan fellur út og bæði á verð á flugi og bara á flugfélögin og skipaflutninga og þá... En þetta er staða sem Sjálfstæðisflokkurinn skapaði með því einhvern veginn að hrósa happi þegar utanríkisráðherra fór og talaði það bara yes, við fengum undanþágu. Já, það getur vel verið en það þarf að vinna undanþágu sem að hefði þurft að vera byrjað að vinna í því bara í fyrra og jafnvel fyrr að það tekur tíma að þá fá hann aftur eða hvernig menn ætla að leysa þetta, það líka verið að tala að það eigi að fara að búa til eitthvað annað kerfi þarna og svona, en það þarf alltaf að horfast í augu við það að þetta að renna út. Þetta auðvitað ekki björgulegt ef að Íslendingar þurfa að fara að borga sérstakka skatta fyrir að fá að ferðast til og frá landinu. Þessu verður að snúa tilbaka einhvern veginn. Pilsa ekki eins þegar hún ekki frá bæjarins bestu pilsum. Það vitað allir sem að hlusta á þetta hlaðvarp að þegar þú ert að fá þér pilsu þá ertu í grunninn að horfa á tvenns konar upplifanir. Það er annarkvort svo ánægja sem fylgir því að vera að borða bæjarins bestu pilsu eða svo vonsvikni sem að fylgir því að vera að borða pilsu sem ekki frá bæjarins bestu pilsum. Og það vita það í rauninni allir að það er þessar tvær upplifanir sem við erum að horfa upp á þegar við erum að fá okkur pilsu. Því mæli ég með því að þú skellir þessu hlaðvarp í eyrun, farir á næsta sölustað og fá þér tvíhlaupu ásamt einhverju góðu að drekka. En svo er líka kannski með tvískinningin. Má ég svo skjóta inn út af því að það er mjög mikilvægt að því sé aldrei haga líka. Að já, við erum með einhver undanþágur í dag, en það breytir því samt ekki að Icelandair þurfti að greiða, 4 milljarðar eða eitthvað álíka í skatta sem að olli því að þeir hefðu skilað hagnaði. Já. Það er að segja tapið sem að þetta olli, ef þeir hefðu ekki orðið fyrir því, þá hefðu þeir skilað hagnaði. Og þetta er þjóðaröryggis batteri, Icelandair. Og það fólk heldur alltaf að þetta sé bara í einhverjum flutningum á fólki, þetta er líka í flutningum á nauðsynjum, þetta er í flutningum á fiski, þetta er grunnundirstaði í ákveðinni bara útflutningsgreinum okkar og við einhvern veginn tölum þetta bara svona, nei, já, það er nú bara bóið, það er nú bara hagraðið í sínu rekstri. Ég er bara algjörlega sammálaður, þetta er bara ótækt. Já, sérstæða Íslands, hún er að engu höfð í Evrópu. Þeir ferðast á lestum og rukka okkur fyrir að fljúga á milli landa. Vegna þess að við getum ekki að fara í vel restum. Þessu verður að snúa tilbaka og ég hlakka til þess. En ég ætla aðeins að benda á tvískinnungin sem á sér stað í loftslagsmálum. Ég á búin að tala hvað þetta kostar okkur, hvað við erum að leggja mikið í það að reyna að leggja okkar að mörkum í loftslagsmálum sem er bara að mörguleiti ágætis markmið. En tvískinnungurinn eins og með fyrir ríkisstjórn, Vinstri grænna og Sjálfstæðismanna að ég lagði fram tillögu þar. 2 tillögur sem hefðu fyrir langt með að leysa raunverulega hennar loftslagsvanda, kosta ekki mikið og er raunverulega bara mjög hagstæðar aðgerðir á allan hátt og hefðu hugsanlega fært okkur tekju líka. Ég lagði til dæmis fram að við myndum fjórfalda hér skógrækt og bent á það að við þurfum ekki að rækta öfluga trjátegundir nema á 1% á 1% af landinu. Við höfum nóg að eyða söndum. Þá erum við búin að kolefnisjafna alla losun Íslands og fengjum á móti timbur og ýmislegt annað. Hvað vildu menn gera? Nei, það mátti ekki tala þetta. Vinstri grænir á þeim tíma vildu frekar að birki myndi sá sig hér landið og það myndi vera svo yndislegt. Birki bindur náttúrulega bara svona,
20 sinni minna heldur en öflugustu trjátegundir sem vaxa á Íslandi. Þannig að þarna hefur lausnin verið komið, við höfum ekki þurft af áhyggjur af kolefnisbindingu Íslands. Engar áhyggjur að því. Ég lagði einnig fram tillögu það að við myndum hætta að urða hér sorp eða flytja að erlendis með tilheyrandi útblæstri. Urðun sorps veldur mjög miklum útblæstri gróðurhúsalofttegunda eins og metan sem miklu verri lofttegund heldur en til dæmis koltvísýringur. Og ég lagði til að við myndum reisa hér sorpbrennslustöð sem myndi brenna þetta sorp og búa til úr því orku, raforku og varmaorku. Nei, það mátti bara alls ekki minnast á þetta. Mikið betra bara að grafa það í jörðu og flytja þetta til Svíþjóðar. Þetta er svo mikið tvískinnungur, Tóti. Þetta er raunverulega hlægilegt. Menn vil ekki lausna þetta sem virka. Jafnvel fara ykkur tekjur. Nei, menn verða að vera kaþólskarinn páfinn. Nei, það var nú reyndar í tíð síðustu ríkisstjórnar byrjað að skoða þann möguleika. Það er enn verið að skoða. Já, en þetta er náttúrulega alveg mörg 100 milljarða dæmi og það kannski stóð eitthvað tímapunkti á því. Þetta er ekki mörg 100 milljarða dæmi. Ég getur verið sammála mörgu sem að þú ert að tala varðandi þessi umhverfismál og það allt saman og ég held, að hlutirnir líka bara er að breytast varðandi viðhorf og varðandi þekking og vísindi, en það er verið að vísa til þess að þinn formaður hafi fyrir 10 árum skrifað undir samkomulagið þarna út í París og svona ég meina við erum öll einhvern veginn bara heimurinn að þróast og fólk skiptir skoðun eftir því sem að tíminn framvindur og það kemur í ljós að hvernig hlutinni þróast eins og þú veist að tala sorpmálin og þetta. Ég meina það mátti ekki minnast á sorpbrennslu fyrir kannski 10 árum en það er bara snarbreytt viðhorf í dag. Ég myndist á það fyrir 10 árum og lagði það fram ítrekka á þingi tillögum að við myndum fara þessa leið, lítið mengandi sorpbrennslu sem færir okkur líka orku til að losa hennan vanda. Ég lagði líka þessa tillögu fram varandi skógræktina, við myndum leysa okkar kolefnis útblástu með því að rækta hér skóg. Ég er ekki að tala að rækta skóg öll fjörð og fyrirtindi. Við þurfum ekki mikið hluta landsins til að gera þetta, til að kolefnisefna. Ég fór í einhverju einkunnagjöf hjá ungum umhverfissinnum á þessum tíma, þetta er svona 6 ár síðan, og hvað haldið þið að ég hef fengið eftir það viðtal? Í einkunn. Ég fekk bara 0,0. Ég fekk 0,0. Ég kolfjall, vegna þess að þetta er allt saman tómir aðgerðasinnar og pólitískir aðgerðasinnar. Það er náttúrulega við náttúrulega mistum aðeins hausinn þannig sérstaklega fyrir COVID, tala nú ekki í COVID, þá náttúrulega gjörsamlega mistum við hausinn en þú veist, ég meina eins og maður ársins ára 2019 voru börn með loftslagskvíða. Slík var bilunin Þetta er orðið krakkar sem voru að eyða 20% af sinni skólagöngu í það að fara hverjum föstudegi fyrir utan Alþingishúsið að góla sig hás án þess þó, ég meina, nei, ekki fara í efnafræði, ekki fara í eðlisfræði til þess að geta fundið lausnir á batterinýtingu eða einmitt orkunýtingu, nei. Farðu á 1-20% skólagöngu í því að öskra fyrir utan Alþingishúsið þar sem enginn hlustar á þig og það bara, já, heyrðu, þú ert maður ársins. Algjörlega galið. Já. Þetta er nú skána. Hlutirnir eru allir að breytast. Hlutirnir eru allir að breytast bara hér sem og við annars staðar gagnvart þessum málum, svona bara eftir því sem að tíminn líður og fólk er að sjá svona hvað hefur áhrif, það eru gerða mælingar og það, allt þetta og þú veist, við erum bara alltaf að læra. Þið í Miðflokknum sem að skrifa undir 2016 samkomulag að halda fram með skilji. Þá var Miðflokkur ekki til. En þetta mun Nei, reyndar ekki. Já, en formaðurinn. Það er rétt, formaðurinn. Já, hann var til. Sigmundur vinur minn. En það er eitt sem að mun koma til með að leysa það. Það er inngang okkar í ESB sem ég veit að þið eru bæði hrifin af. Þið viljið náttúrulega straumlínulega ferla hérna og lækka stýrivexti með því að ganga inn í ESB. Þá munum við fá betri húsnæðisvexti, við munum fá betri hús, við munum fá betra loft, við munum fá betra fólk. Og þessi vandamál, bæði útlendingamálum og annað, munum náttúrulega leysast þegar við göngum þarna inn sem betur fer. Þá þarf bara ekki að gera neitt meira. Þá getum við bara að halla okkur aftur og flokkar eins og Viðreisn tilgangi þeirra er bara lokið. Þessi vandi sem þú ert að tala þar að segja hái vextir og verðbólgan eru raunverulega heimatöfum og vandamál. Ríkisreksturinn hér
hefur verið ósjálfbar í mjög mörg ár og ef menn myndu taka á þessu rekstri ríkisins hemja útgjöld ríkisins að þá myndi þessi vandi sjálfkrafa hverfa mjög hratt tala ekki bara leið og menn færi í aðgerðina þá myndi verðbólguvæntingarnar lækka og verðbólgan lækka í kjölfarið menn ekki að taka á þessu ef menn horfa það sem ríkisstjórnin er búin að gera nú að síðast 1,5 árið þá hafa ekki tekið á neinu sem heitir útgjaldavandi ríkisins það er útgjaldavandi hér ríkisstarfsmenn, bara fréttir í gær eða fyrradag ríkisstarfsmennum hefur fjölgað 1200 á einu ári 2000 eitthvað á 2 árum í einkageiranum, nei það er fækkun stendur í stað það er fækkun á hvaða leið eru menn og sjá menn ekki vandan hann er þarna, vandin er ekki fyrir Evrópusambandi að leysa þeir mun ekki leysa þetta við verðum að taka á þessu og því fyrr því betra fyrir unga fólkið fyrir fólki sem skuldar, fólk sem er að reyna að koma sér þakki yfir höfundið það er líka umsögn fjármálaráðs á fjármálaáætlun sem er nýbúin að vera í þinginu er náttúrulega bara algjör fallengun þar sem að er verið að meta áætlun út frá bara verðbólgu og svona þróun efnahagsmála þannig að ríkisstjórnin fær náttúrulega algjörlega fallengun þar og manni býður í grunn, ég meina það kemur hérna fram atvinnustefna þar sem að á að lækka tímabundið gjöld á eldsneyti og þá skapa búið til sérstakt verðlags eftirlit bara eins og í Sovétríkjunum þú veist, bara í þennan tíma til að fylgjast með því hvort að fyrirtækin sinni þessi nú ekki og gera þetta rétt það er verið að búa til eitthvað svona andrúmsloft hérna og aðstæður og efnahagslíf að maður skilur þegar fólk kemur fram og segir er verið að viljandi að gera efnahagslífið setja það á þenn stað sem það er núna til þess að svo í haust á að kjósa eða hvenær sem það verður að inngöngu í ESB að þá verði hægt að flagga því að það verður allt betra og þetta mun allt leysast þessi umræði er aldrei komin að stað en þú veist þetta er ekki alveg einleiki þú veist hvernig ég held ekki því að ég er múin að hugsa svona pólitíska strategíur í þessu að þegar maður pælir í til dæmis ok, ég segjum svo að ríkisstjórnin sé að reyna að láta gerast til þess að verði físilega að fara inn í ESB eins og sumir hafa sagt. Ég hef ekki alveg skilið það út af því að ef að það sem að þau lofuðu fyrir kosningar þar að segja að stýrivexti myndi lækka, verðbólga myndi hjaðna og atvinnulífið myndi komast á meiri stöðuleika. Þetta voru þau lofar sem voru sett fram. Þau voru líka sett fram lofar það að þau ætluðu ekki að setja fram neina nýja skatta, bara ekki neina, samt hafa þau fallið einhvern veginn frá því. Ég held að þegar fólk veri í kjörklefanum það að kjósa inn í ESB að það sé að fara að treysta því fólki sem að sagði fyrir kosningar að þetta myndi allt lagast og það engi skattar til viðbótar. Ég held að haldi einhver vatni að fólk sé að fara að kjósa og svo treysti ég eitthvað til þess að fara að samningsborðinu fyrir okkur í ESB. Það er galið. Það er bara alveg mjög valid punktur Hlaðvarpið er í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til svo spurning sem að strákanir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Þannig að þau eru búin að ganga gegn bara sínum kosningaloforðum alveg syngt og heilagt og minn allar þessar skattahækkanir sem að bara fyrir nokkrum mánuðum var lofað að það yrði ekki farið út í og það sér ekkert fyrir endan á því. Núna er heilbrigðisráðherra sem að hún er að fara að leggja fram aðgerðaáætlun offitu í landinu. Fyrsta aðgerðin í planu heitir eitthvað þá leið að það er að skoða hagræna hvata. Hvað er það? Hvað haldið að verði skoða þar? Annað en að hækka skatta og óhollustu vöru
og slíkt eins og maður hefur skynjað að til skoðunar. Það ekkert verið að stoppa, sko. Það verður alveg örugglega næst. Reynt að þá búið til einhvern starfshóp sem á að skoða það hvort það sé hægt að nýta sem sagt hagræna hvata sem mann grunar að séu þá að ég setja aftur á sykurskatt og slíkt og reyna að stýra, það þessi forræðishyggja, reyna að stýra neyslu með forræðishyggju, bara eins og Samfylkingin ekki í Reykjavík, á að banna pulsupartí og pizzur unnar kjötur í skólum. Þetta einhvern veginn alltaf þessa við, þessi forræðishyggja allt umlíkjandi. Það ekki bara hægt að hafa svona fitumælingastofnun Ísland, þar sem að við værum bara fitumæld og svo verðum við með skattprósentu eftir því. Það væri nefnilega svolítið sniðugt, sko. Það værum auðveldara viðfangsefni fyrir heilbrigðiskerfið, þannig að það væri mikill hvati og var alltaf með lægri skatta eftir því sem hún væri í minni fituprósentu. Var ekki það ekki laus? Þetta er góð hugmynd, þá myndum menn kannski grenna sig svolítið hraðar en sko aðgerðir ríkisstjórnar eru svolítið grátlegar að því leitunum til að þau ætla að fækka ríkisstarfsmönnum 1%. Þegar það eru 200 manns, þeir eru búin að fjölga meir en 1000 á hverju einasta ári núna undanfarið. Og þá ætla þau að spara með því að fækka 200 manns. Veist, þetta náttúrulega bara galið og ríkisstjórnin hefur sýnt það og hún mjög fær og öflug í því að leggja á nýja skatta og fá hugmyndur hvernig sé hægt að auka tekjur ríkissjóðs í gegnum skatttekjur sem lenda yfirleitt á vinnandi fólki sem að reka fyrirtæki, smá fyrirtæki og fólki sem býr út á landi að mestu leitis. Því að margir af þessum skattum sem ríkisstjórnin hefur fundið upp á undanförnum hefur einmitt farið og lent á duglegasta fólkinu og fólk út á landi. Meira heldur en öðrum. Við höfum auðvitað, ferðaþjónustu, sjávarútveginum. Það var nú kynnt í atvinnustefnu í gær að þau ætla að leggja á aukina skattinemndu á ferðamenn til þess að standa undir innviðum og eitthvað fleira. Já, þeir ætla að rukka núna á ferðamannastöðum sem eigu þjóðarinnar. Hvað sem það heitir, það einhvers konar veg eftirlit þá? Þannig að þið tekið mynd af þér það sem hún ferði á Þingvöll eða Gullfoss eða einhvert, að þú verður þá rukkað fyrir það, ofan á kílómetragjald, ofan á vörugjöld, ofan á kolumnskattana sem á eldsneytinu. Veist, það verður varla hægt að hreyfa bíl hér á þess að Kristrún fá eitthvað í kassan. Og maður hefur mjög miklar áhyggjur af því eins og ferðaþjónustan hefur verið að benda á að það bara strax farið að sýna þess merki að þetta hefur áhrif. Þetta hefur bara gríðarlega áhrif. Ferðaþjónustan orðin einn stærsta atvinnugreinin og ekki síst út á landsbyggðinni, reyndar allt land, gríðarlega mikilvæg landsbyggðinni. En þarna bara hiklaust bara vaðið áfram og eins og ég segi, mig grunar að ég setja á að sé svona til skoðunar allavega, ég veit ekki hvað langt menn þóra að fara í þeim efnum. Ekki gefa hann einar hugmyndir, ekki gefa hann auka hugmyndir. Nei, þetta kemur bara fram. Hagrænir hvatar til þess að stýra neyslu, hvað það annað en auknir skattar og að stýra fólki með skattheimtu og slíku náttúrulega bara svo kolröng aðferð í staðin fyrir þá að eins og í þessu tilviki við erum að tala að ég að fara í aðgerð til að vinna gegn offitu og mæltu manna heilastur við þurfum ég gríðarlega hlýtt ýmsu lýðheilsulegum verkefnum og slíkt en við að leyfa fólki að stjórna sér sjálft, við að hvetja það og við að fræða það og búa til aðstæður og skilyrði fyrir fólk til þess að lifa heilbrigðu lífi og allt það og frekar þá að lækka gjöld á, ég var nú að nefna það í þinginu fyrir nokkrum vikum, hvort að tímabundin lækkun á matvili ætti ekki að koma til núna til að ná niður verðbólgunni, en til þess að þið verum að tala lýðheilsuna og offitu, að okkur lækkum við þá ekki frekar skatta á grænmeti og ávexti og þetta sem að kæmi þeim sem að minnst hafa milli hendana best, miklu betur heldur en að fara að hækka sykurskatt og á vöru sem að kölluð óholl af einhverjum, en tökum ekki þessi endalisa forræðishyggja náttúrulega bara orðin ansi svona feimleið. Þetta eins og þú varst að tala áðan með atvinnustefnuna og nú náttúrulega forsendur kjarasamninga brostnar. Sólveig Anna var að hjóla í Höllu Gunnarsdóttur núna í gær
við erum að tala saman hérna 21. apríl og hún sagði einfaldlega að það væri galið að Halla Gunnarsdóttir væri að fá 500.000 í ofanlagi laun þegar að forsendur kjarasamningar eru brostnar og það náttúrulega eitthvað sem að aðrir sem eru á vinnumarkaði fá ekki að njóta sem að fá bara 3,5% ofan af sín laun sem að minna en verðbólga þannig að það raunlækkun á launum. En ekki vandinn sá út af því að þið eru sammála mér það að opinberir starfsmenn eru allt of latir og það allt of mikið af kulnun og það allt of mikið af styttingu vinnuvikunar og það átt að laga kulnun samt fyrir fólk bara meiri í kulnun, fólk verður jafnvel til tenni í kulnun og við erum orðnir bölvaðir aumingjar sem að geta ekki staðið undir vinnumarkaðinum út af því að við nennum ekki að vinna, við fáum bara hérna útlendinga og ætlum að leysa fæðingavandann með þeim efnum. Þurfi ekki bara opinberir starfsmenn að rífja sig í gang og ekki bara tala til kjósenda, ég veit að þurfa að vera að tala til allra. Þetta eru opinberir starfsmenn sem eru sammála ykkur þannig sko. Ég mun ekki taka undir það að opinberir starfsmenn sé einhverju letingar eða við séum einhverju letingar. Nei, það of mikið leti sem er leyfð innan opinberra geirs. Fullt af duglegu fólki en það þarf auðvitað að veita miklu meira aðhald, það þarf að opinberi geirinn fari fremstur í flokki með launahækkanir og séu eiginlega þeir sem fá mest greitt auðvitað fáránlegt. Og öll þessi réttindi réttir spurningu. Teljið þið að framleiðin innan þessu opinbera hafi aukist eða minnkað undanfarnum árum? Og hún hefur minnkað. Já, ég meina ég það sem ég að segja. Ég átti var í spjalli við forsvarsmenn á Landspítalanum fyrir stuttu og þar kemur bara fram að á þessi styttingu vinnuvikunar þar á meðal lækna þýðir það að 90 störf lækna tapast á ári. Ég veit að 90 störf, það ekkert lítið á einum spítala. Ég veit að í lögreglunni að þetta hefur kostað ríkissjóð 100 milljóna bara stytting vinnuvikunar í það að það þurft að fjölga lögreglumönnum verulega í kjölfari bara til að geta sinnt þessum vöktum vegna þess að þetta eru sólarhringsvaktir. Sko stytting vinnuvikunar var líka 20% fyrir þá sem til dæmis að vinna á næturvinnu út af því að það eru 32 klukkustundir sem þú þarf að skila þar út af hérna vinnufyrirkomulaginu. Var ekki hugsað til enda og var ekki hlustað á gagnrýni og umsagnir sem að komu þegar þetta var svona í bígerð. Ég veit að eins og hjá sveitarfélögunum man eftir þessu, þetta átti ekki að koma niður á neinni þjónustu og átti ekki að kosta sveitarfélögin neitt. Yes. Ég saknaði svolítið, við vorum svo þjóð sem vorum alltaf talin svo duglega þjóðin, langa vinnudaga og langa vinnuvikur og nú er þetta bara komið í hinn áttina og miðflokkurinn vill að sjálfsögðu snúa svolítið tilbaka á þessari vegferð. Við erum náttúrulega, maður er alin upp við það faðir mér rak lítið fyrirtæki allt fram til dauðadags nánast og þú veist, hafa bara unnið allar helgar og þorláksmessu kvöld og jafnvel og aðfangandags morgun eða þurft að redda hlutum sko. Þú veist, í dag er þetta einhvern veginn, þú veist, það þykir orðið sko eftirsóknarverður að vinna hjá henni opinbera vegna allra réttindana og kjarana sem að fólk hefur, unga fólki byrjað að spá í þetta. Maður sér það í kringu sig. Hlaðvarpið í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fossalsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Þess vegna var ég að segja, það of mikið leti innan eins og bara gera, ekki endilega út af að fólk eitthvað latara en einfaldlega út af þegar kerfislegi hvatar sem að snúast náttúrulega sérstaklega því að það engin hvati innan opinbera kerfisins til að standa sig betur. Þú færð ekkert fyrir það að mæta alltaf í vinnuna og vera ekki veikur alltaf þína mánudaga. Þú færð ekkert fyrir það að standa þig betur í vinnunni heldur en aðrir. Það engir hvatar sem að láta þig vilja standa þig betur. Hins vegar stórkostlegur hvati í því að fara í kulnun út af að þú tapar engum tekjum að því og þú getur jafnvel verið með svarta vinnu meðan sem að fullt af fólki sem í kulnun að gera. Ég vakti athygli á því í þinginu bara í gær sko, við vorum að ræða ný sóttvarnalög sem var náttúrulega
voru í rauninni verið að breyta og vera í kjölfar COVID-19 eða tekur svolítið svona mið að því hvað var farið í þá og var að benda það að eitthvað gerðist í því ástandi að hjá sveitarfélögunum þessum stærstu sem að ég þekki til að Reykjavík og Hafnarfirði og fleiri stöðum, þá hefur veikinda hlutfall starfsmanna aukist nokkur % eftir COVID. Hvað gerðist? Hvað lærðu við þar? Hvað gerðist eiginlega? Og það talað hjá sveitarfélögunum að veikinda tölur fyrir og eftir COVID og líka þetta eins og þú ert að meina kulnun og þetta. Við getum allan að vera sammála það að það vantar að aga í opinber fjármál og ekki bara í fjármál heldur líka í starfsmannastefnuna. Kulnun líka bara án tísku fyrirbærið. Ef þið spurt einhvern fyrir 15 árum hvað kulnun, það hefur ekki vitað hvað þið var að tala og það er ekki eins og við séum að vinna lengri vinnudag, það er ekki eins og lífið sé erfiðara, heldur hefur bara svo uppbygging sem hefur átt sér stað sérstaklega síðastliðin 50 ár sem hefur undirbúið þá velmeðun sem við njótum í dag. Við ætlum að glöta henni niður með því að nota einhver svona tísku fyrir bara eins og kulnun þar sem að fólk verður að væla sig inn á bótakerfið. Og sama hvað vinnu eða semst yfirmenn á þessum opinberu stöðum þar sem þetta er kannski helst að gerast. Sama hvað gera að reyna að búa til allskins úrræði og aðstoð og svona til þess að reyna að draga úr veikindum skemmri og sérstaklega langtíma veikindum þar sem að við erum að tala andleg og líkamleg veikindi sem fólk er að fá núna og sérstaklega í kjölfar COVID sem er mjög áhugavert. Hvað gerðist eiginlega það? Þetta er mest megnis allt andlegt Ég held að þetta sé pínulítið tengt því að fólk hefur komist upp með það alveg frá barnæsku, bara jafnvel mjög ung börn að fólk er í raun og veru kennt að taka ekki ábyrgð á sjálfum sér. Það tekur næstum engin ábyrgð á sjálfum sér og svo þegar unglingarnir verða eldri og verða ungt fólk að þá loksins kemur að því að þau þurfa að taka eitthvað svona ábyrgð og það bara kiknaði undan því. Uppeldi í dag miðast einhvern veginn við það að það þurfi aðrir að taka ábyrgð á öllu. Það er bara nýtt slagur samfélgningar fyrir sveitarstjórnarkosninga, það er tökum ábyrgð á hvert öðru. Já. Sem að það var kynnt fyrir utan hana. Taktu ábyrgð á sjálfum þér. Byrjum þar, þetta er algjörlega svona röng hugsun í rauninni, þóttu við viljum aðstofa þá sem að þurfa aðstofa að halda, eins og ég segi hérna upp að þáttarins, að þá þurfum við fyrst og fremst að byrja ábyrgð á sjálfum okkur. Og það verður að verja fólk fyrir öllu. Fólk lendir einhvers konar áfalli eða verður bara fyrir einhverju hnjaski og það má alls ekki upplifa neina slæmar tilfinningar í kjölfarið. Það þarf að taka utan að það þarf að passa það og hugga og allt það. Fólk fær aldrei í raun og veru að taka sjálft á við sorg eða meiðsli eða sársauka eða hvað sem það heitir. Þetta er strax frá unga aldrei. Kerfið greip mig ekki. Já, svo kemur fólk eftir bara annarhver fréttatími er bara með svona 3-4 innslög þar sem að fólk kemur og segir hérna kerfið greip mig ekki. Já, gerði ekki neitt fyrir mig. Nákvæmlega, og þá kemur einhver aktivisti sem að segir, ég er til í að vera með stofnun á laggirnar sem að kostar 200 milljónir á ári og ég er með 1,5 mánuði fyrir það að vera í styttingu vinnuvíkunar og sjáum þennan einstakling sem að fellur nákvæmlega innan þess kerfis. Svo allt í einu er það náttúrulega útvíkkað þessi hugtök það hver fellur innan þessa hóps. Þú niðurgreiðir ekki óskynsamlega hegðun og býst við að hún hverfi Það er bara þannig. Nei, þetta er einhvern veginn alltaf blás út alls þar hjá hinu opinbera og það þarf að vera varbergi gagnvart því og það er náttúrulega hjákátlegt þegar eins og þessi ríkisstjórn fór á stað og óskaði eftir hagræðingartillögum alls staðar að. Veist þú einhverjar hagræðingartillögur sem voru notaðar sem að voru sendar inn í þetta system? Nei, ég hef ekki heyrt það, en fólk verður líka verður að taka ábyrgð raunverulega fyrir aðra alltaf hreint, eins og vorum að tala að þá verður fólk svo sjálfhverft. Það verður horfið svo mikið inn á við. Hvað fekk ég, hvað fæ ég, akkur er enginn að hjálpa mér, akkur kemur enginn. Fólk verður svo sjálfhverft þegar að það fær ekki að taka ábyrgð á sjálfu sér. Þannig að ég held að við erum kannski komið svolítið að kjarna málana hvernig samfélag er að verða í dag.
þegar við ræðum ábyrgð á sjálfum sér og þessa sjálfhverfu sem er svo ábyrgandi hjá fólk í dag. Ungu fólki sérstaklega. Ég reyndar hef spá trú út af því að þetta fólk sem er núna, hvað við segja, svona 18, 19, 20 ára, ég hef trú á því Þeir eru alveg þetta woke kjaftaði og þetta dótum. Þau eru að fylgjast mjög vel með svona umræðinni og þjóðfélagsmálum og svona, maður tekur alveg eftir því. Já. Er þetta bara breytingar á 3-4 ára fresti eða? Já, svona 10 ára tímabili kannski. Heiðar Guðjónsson segir alltaf að blessun hægri manna sé að vinstri menn fara alltaf á hausinn. Mér finnst bara að vinstri mennskan hafa svolítið farið á hausinn, blessunarlega og ég er svakalega bjartsýnn gagnvart framhaldinu. Alveg svakalega. Já, auðvitað. Hvað Fyrir okkar hönd, mennur þau? Ég bara ef að þið standið ykkur í stikkinu. Það þarf að skila sér líka. En út af því við erum búin að tala hvað ykkur greinir á milli, við ætlum ekki að fara aftur í það. En ef við förum svona, kannski yfir í forgangsröðuna, ljúkum þess að því, bara ef að þú byrjar, Karl, nefnir 3 atriði sem að þið myndu vilja gera bara strax. Núna er Sjálfstæðisflokkurinn með strax D. Ef að þið í landsmálunum. Í Reykjavík, já. Já, í Reykjavík. Hlaðvarpið er í samstarfi við Happy Hydrate en eins og ég hef nefnt áður þá nota ég bæði steinefni og kreatín daglega og þau gera lífið betra. Og nú er komið nýjung þar sem að þú getur notað afsláttarkóðan 1 pæling til þess að fá 25% afslátt þegar þú skráir því í áskrift og frían brúsa með. Svo er 15% afsláttur hvern mánuð eftir það. Þetta sjálfsögðu steinliggur ef þú ert að nota þetta á annað borð en einnig tilvalið tækifærið fyrir þá sem að vilja prófa og ég lofa ykkur að þið munið ekki sjá eftir því. Steinefni gera daginn einfallega betri og með því að nýta þennan afsláttarkóða ertu að sjálfsögðu að styðja við það að ég búi til þetta efni. happyhydrate.is skráið ykkur í áskrift. Ef þið í landsmálunum myndu koma til með að segja bara þetta eru 3 atriði sem við myndum strax koma í lag fyrir Ísland ef við kemst til valda. Hvað væri það? Ég held að nummer 1 sé ríkisfjármálin. Ég held að við myndum fyrst og byrja á því að taka til í ríkisfjármálin, þar að segja spara. Við myndum ráðast þar á báknið sem er auðvelt í raun og veru. Við þurfum ekki að fara í svona smáar aðgerð eins og þessi ríkisstjórn allir sér að gera. Það þyrfti einfallega kannski bara að setja á einhvers konar ráðningabann hjá hinu opinbera. Það er að segja að þú ræður ekki nýtt fólk þegar einhver hættir og það er fullt af fólki, 1000 manna sem hætta á hverju einasta ári hjá hinu opinbera. Við getum bara gert það og komið í veg fyrir það að ráða nýtt fólk nema í einhverjum afmörkuðum tilvikum eða kannski bara ráða 1 fyrir 2, eitthvað slíkt. Og það myndi vera mjög fljótt að draga sama bákni með þeim hætti. Við myndum spara í loftslagsmálum. Við myndum ekki bara að eyða milljarðatugum á hverju ári í aðgerðir sem skila litlu sem engu. Við myndum taka til í hælisleitendamálum eins og ég nefndi hér áðan og allt þetta lækka á RÚV einhverja 2-3 milljarðar til að byrja með og láta þá fara að spara aðeins og þannig getum við minnkað framlög til einkarekinna fjölmiðla. Allar þessar aðgerðir myndu valda því að verðbólga myndi minnka. Bara strax, bara leið og er tilkynntu það og mjög fljótlega eftir það er hún mikið larri og vextir í kjölfari lækka. Þannig að við varum búin að leysa þann vanda á kannski innan við ári. Bara með aðgerðum. Rósa? Já, að þú segir hvað svona 3 áherslur auðvitað er það eins og Gauti segir, það er náttúrulega efnahagsmálin sem að þarf að taka öðrum tökum en nú er verið að gera og þá er það náttúrulega skattastefnan sem er algjörlega kolröng að vera þrengja hjá fyrirtækjum og öðrum sem standa undir verðmætasköpun í samfélaginu. Það þarf að passa upp á það og breyta það tilbaka hlutum sem er að gera fyrirtækjunum erfitt fyrir. Þau eru uppistaðan í því að verðmætasköpun eigi sér stað og hér sé blómlegt atvinnulíf og þá blómlegt líf. Nú, ég myndi ef að maður væri að koma stað fljótlega þá eru húsnæðismálin líka gríðarlega mikilvæg í mínum huga. Það þarf í rauninni að fara í einhverja endurskoðun á þeim og bara eitthvað nýtt upplegg þar. Meiri þéttingu? Nei, alls ekki. Ég er ekki að tala um það. Ég er að tala um möguleikan. Nei, við með góður skipulagsmálin, það er nú verið gaman að tala um þau áðan. Og Sundabraut? Já, nei, sko, því að
núna ofur áhersla hjá þessari ríkisstjórn á það að fara að vinna með þessum óhagnaðardrifnu svoköllu félögum sem reyndar hagnast milljarða á ári en þú veist búa til leigumarkað, nýjan leigumarkað og það verið að standa í allskyns þrengingum gagnvart þeim sem að búa enn í sínum húsum og vilja leigja út litlar íbúðir en fyrst og fremst að fara í gegnum húsnæðismálin þannig að ungt fólk í dag og aðrir sem eru að byrja í þessu öllu saman að þeir hafi hægari tök inn á markaðin séreignastefnan, við trúum á það og ég trúi alveg einlæglega á það og keypti mér sjálf íbúð 20 að spyrja kongni prest, þá var það hægt maður keypti bara pínlítla íbúð og bara það kostaði jafn mikið að minna að borga af litlu húsnæðisláni heldur en að fara út á leigumarkaðin það öfugt farið núna þannig að við þurfum að íta og leggja áherslu á séreignastefnuna því við vitum það, þess vegna svo einkennleg þessi áhersla vinstri stjórnarina núna á að efla leigumarkaðin því að 20% í landinu eru á leigumarkaði og aðeins 8% af þessum 20% vilja vera á leigumarkaði það ríkt í okkur Íslendingum að vilja eiga okkar íbúð og séreignastefnan bara okkur í blóðborin og við þurfum að fara í aðgerðir sem að stuðla því að svo geti verið áfram en ekki búa til ykkur flatt leigukerfi þar sem að fólk festist í en svona þessi atriði, þetta kannski meira en 3 en Þið nefndu bæði fleiri en 3 sko. Já, ég ætlaði sko leið og við getum tekið til í ríkisfjármálunum, sparað hjá ríkinu með þeim hætti sem ég nefndi áðan sko, og verðbólgan færi niður og vextirnir færi niður, þá myndur líka opnast þetta tækifæri sem miðflokkurinn hefur talað við, að við getum lækka skatta á fólk og fyrir 35%, það bara að toppa það? Við myndum vilja lækka á verulega en það er ekki hægt nema ríkið taki á sínum útgjöldum ég að leggja fram sko, þarf þetta að vera sko, því að já, ríkið þess að taka útgjöldunum ég held að það sé ekki hægt en ekki hægt að segja bara, við erum með 35% og svo ákveðum við verkefnin ég held að það hafa náttúrulega hafa orðið til alls konar stofnanir og verkefni sem að kannski þurfti á einhverju tíma sem hafa bara vaxið og að finna sér verkefni. Fjölmiðlastofa náttúrulega frábært dæmi þar Hvað jafnréttisstofa að gera? Mætti endurskoða hlutur kenna? Ég skilur, við getum... bara leggja hann niður það? Nei, ég veit það ekki, en ég meina, mættu verkefnin fara eitthvað annað? Hún komin eitthvað út fyrir það sem að upphaflega markmiði og hlutverki var? Já, það er víða... Það er bara báknir burt. Víða matar hólan rosa. Óbóðslega vel við núna, þetta gamla góða slag og sjálfstæðarflokksins skauti. Já, það er yndislegt að þið taki það nú aftur upp úr þessu. Já, við þurfum bara að komast í aðstöðu þar sem að vera í samstarfi með flokkum og fólki. Ég hlakka bara til að vinna með þér. Já, með fólki sem er á þessari skoðun. En ekki, Ert þú mest spennt af öllum flokkum að vinna með meðflokknum? Af öllum flokkum sem eru... Núna? Já, ég meina það... Er ekki svarið augljóst já? Já, ég hef ekki hugsað þetta þannig til enda, en ég meina auðvitað þú heyri það er margt sem er líkt með... Margt? Ég veit ekki hvað það er sem þið eru ósammála en hérna... Ef við værum ekki með hreina meirihluta að þá yrðu að vinna með auðvitað þeim sem við myndum helst vilja með og erum líkust, það er sjálfstæðarflokkurinn. Nú ef við myndum ekki ná meirihluta saman sem var náttúrulega afleitt að þá yrðu við náttúrulega að leita út fyrir þennan hóp og ekki framsókn. Þá er það trúlega framsókn sem er svona líkast okkur í bili en flokkur fólksins. Það er bara komið ljós þess að fljóta breytast áherslur. En leið og viðreist sko þessi þjóðaratkvæði fer nú með þeim hætti að þeir myndu tapa henni viðreist þar að segja þá er þeirra svona hlutverki næstum lokið. Og þeir eru að lækka í könnun. Ég veit ekki alveg hvað þeir munu gera ef þeir fá nei í ágúst. Hvort þeir leggja bara flokkinn niður eða breyta honum eitthvað og þá er kannski að vinna með þeim eða leggja þennan Evrópudraum til hliðar. Hlaðvarpið eins og þið vitið er í samstarfi við Harðfisksverslun Hrafnadals. Nú er ég búinn að selja töluvert af þessum gæða harðfisk og hafa viðtökunar verið hreint út sagt ótrúlegar. Þetta er valsað upp á gamla mátan, sjósaltað og kemur til þín ferskt.
Nú býð ég bæði upp á ísu og steinbít sem að kemur á roðinu, alveg eins og þú vilt hafa hann, þurrkaðan að sjálfsögðu í vestfirsku fjallalofti og eins og ég segi, viðbröðin hafa verið vonum framar þannig að ég þarf ekki einu sinni að vera í neinni væntingastjórnun, sendu e-mail á hrafnadalur@proton.me en hlekkin og verðupplýsingar má einnig finna í lýsingu á þessum þætti. Þyrfti að ganga til kosninga ef að þau myndu að tapa þessu í ágúst? Það allavega komin einhver allt önnur staða í stjórnmála. Þetta mjög góð spurning. Ég kann engar aðrar. Það nokkuð ljóst að það komin alveg gjörbreytt staða. En Viðreisn hefur náttúrulega stutt og í þessari vinstri stjórn þar sem allar skattahækkanirnar eiga sér stað og þeir hafa náttúrulega verið eftir í tekið að þeir hafa átt mjög erfitt með að taka þátt í umræðu þessi máli í þinginu, hafa horfið úr þingsal þegar skattahækkanirnar ber á góma. En erindi Viðreisnar auðvitað því lokið. Ef það úrslitin verða með þeim hætti í ágúst, þá erindi Viðreisnar sem politískt afl lokið. Já, þú bara hjálpaði þeim að loka búlunni. Karl Gauti Hjaltarsson, Rósa Guðbjartsdóttir, takk aðeinslega fyrir að koma, þetta var mjög skemmtilegt. Við gerum þetta einhvers veginn aftur. Já, Þið eru gott kombo. Takk fyrir að koma á næst.